Já, góðan daginn og velkomin í hluthafaspjallið. Við erum hér mættir enn á ný. Sigurður Már Jónsson heiti ég og félagi minn Jón G. Hauksson er hér hjá mér. Það hafa nú orðið svolítið tíðindi hjá okkur. Ég heldur betur. Við höfum ákveðið að ganga til liðs við broadcast, svona dreifi og streymi veitu, við viljum nú eiginlega kalla það. Sérlega áhugavert fyrirtæki sem er að byggja sig upp sem svona alhliða umræðu vettvangur og við erum komnir þangað inn. Já, Frosti Logason sá mæti maður, hann hafði samband við okkur og svona við fórum að velta þessu fyrir okkur og það er svo miklu möguleika líka Sigurður og Siggi sem að sko koma með þessu núna. Bæður við náttúrulega komin í mynd og það er svona margt annað. Dreifingin verður miklu betri heldur en var. Þannig að ég er mjög ánægður með að þessa breytingu. Já, ég held að þetta séu bara talsvert tíðindi og kannski það var verið aðeins að vinna í þessu, þess vegna hafa nú fallið niður 1 eða 2 þættir eða svona í vikum. Svo mistum við röddina líka bara. Já, það veikindi. Ótrúlega þess að. En hér erum við sér komnir á nýjum og spennandi vettvangi og hérna Jón, þú ert svona kannski aðeins rendir yfir dagskrá dagsins. Já, þegar við náttúrulega töluðum aðeins saman í morgun, þá fórum við aðeins að velta í fyrir okkur hvernig við ætlum að hafa þetta. Og við ætlum náttúrulega að ræða hérna aðeins bara almennar efnahagshorfur, vextirnir eru á niðurleið. Við ætlum hins vegar að eyða smá tíma núna í málana kannski sem eru auðvitað kosningarnar og hvaða áhrif skattahækkanir hafa á hluthafa landsins. Við ætlum aðeins að fara í málaferli neytendasamtakana. Það er nú bara einni setningur undir. Neytendasamtökin töpuðu stórmáli gegn bönkunum á dögunum. Nú vaxtahækkanir bankana, þeir hafa verið að hækka vexti á verðtryggðu lánum og ég hef ákveðna skýringar á því hvernig þeir gera það, flóknar útskýringar. Nú ætlum að ræða kaupauka, það er nefnilega bæði Sín og Síminn, þessi fjölmiðlafyrirtæki sem eru bæði fjölmiðlar og símanfyrirtæki hafa verið að, það eru kaupaukar þar. Kannski Sigur Trumps í Bandaríkjunum, þar er náttúrulega mikið að gerast og hann er reynin að fá bandarísku þjóðuna svolítið á bakvið sig, en hann hótar tollum og notar tollana svolítið sem samninga svona taktík. Alvotech, Róbert Wessman var í mókánum í góðu viðtali og nú svo náttúrulega gullæði á Grænlandi, þú ert náttúrulega svolítið inn í því. Já, ég er mikill áhuga maður gull. Ekki gullskipið, þetta er gullfundur. Já. Hagar hafa verið að hækka og það er svolítið skemmtilegt, en ef ekki aðeins að byrja bara á almennum efnahagshorfum, sko. Núna eru Ásgeir lækkaði stýrivextina í 8,5% úr 9, voru 9,25, þetta eru 50 punktar, við sagðum daginn, þetta væri orðin hálfgerður samkvæmisleikur, sko, hversu marga punkta, það talaði punkta, en þetta er allavega 0,5% eða komin inn í 8,50, á meðan eru sem sagt hérna, er verðbólgan 4,8, það þýðir það raunvextir eru þá orðnir í rauninni vextir umfram verðbólgu eru þá 4% cirka. Já, og við heyrstu Ásgeiri, hann tali að við munum upplifa dálítið mikla raunvexti á næstunni vegna þess að það verður áfram þetta bil í einhver tíma þó að við séum komin inn í vaxtalækkunarferlið, að þá er kannski verðbólgan, hún er að lækka væntanlega, það er væntinga til þess og við sjáum það svo sem meðal markaðsaðila að þeir hafa trú á því að vextir haldi eða verðbólga og vexti haldur áfram að lækka. Þess vegna er verðbólga náttúrulega svolítið erfitt að ráða í hann, það er nú verið að gera kjarasamninga núna, þó þau séu ekki stórir. Kjarasamninga við lækna og kennara og það vekur náttúrulega athygli að við fáum engar tölur um hverja hækkanirnar eru. Við sáum hins vegar að Sólveig Anna, hún sendur nú kennurum tóninn fyrir þær miklu kröfur sem henni fannst birtast í kröfugerð þeirra sem var einhver leyti leiðréttingakrafa og hún var að benda á að allir launþegar í landinu er að njóta þeirra samninga sem voru gerðið síðasta vetur sem meðal annars átt að lækka verðbólgu fyrirgefðu. Þannig að það var augljóst að hún var að senda kennurum tónin að þeir ætluðu að koma svo bara eftir á og taka það sem þeir vildu en njóta þess sem að kannski hina almennu launastéttir höfðu lagt á sig. Þetta sýnir nú svona átökin sem geta verið inn á vinnumarkaði. Líkur og lofti ertu raunin að segja að það sé þannig að þó að hjúkrunarfræðingar, læknar alltaf því að segja, voru að semja, hjúkrunarfræðingar samt er enda fyrir hálfum mánuði eða 3 vikum, kennararnir eru þetta í þessum miklu,
Kennararnir hafa nú reyndar lent í því sko að það sem stóra málið þar að fyrir 8 árum þegar þeir afsöluðu sér ákveðnu Það er leiðrétting, ég átta mig á leiðréttingu. Nei, bara til þess að lesendur og áhorfendur skilji hvað kennarar að tala um, að það er sem sagt þeir semja af sér lífeyrisréttindi og segja þá eitthvað á þessa leið, við viljum að launin okkar séu á sambærilegan svipuðum nótum og sérfræðingar á markaði. Þetta skrifa Reykjavíkurborg undir, það er skrifað undir þetta. Niðurstaðan er svo að það hefur aldrei verið gert neitt í þessum lið. Svo koma kennararnir núna náttúrulega og segja... Ég er ekki það gagnrýna kröfugerð. Ég er ekki að gagnrýna... Það er bara vangavelt hvaða áhrif þetta hefur á verð. Já, ég er fyrst og næst að upplýsa að hvers vegna allt innan það kemur bara 30%, allt innan rísa menn upp og segja þetta, en það er vegna þess ekki að þetta er 7-8 ára gamalt mál sem núna er verið að berjast fyrir og fólk segir, heyrðu býtu, hvað eru allir að láta hækka núna bara 40-50%? Þá segja þeir, við erum bara að biðja ykkur að standa við það sem var lofað fyrir 7-8 árum að hvað það er. En þetta segir okkur einfallega að það eru blikur á lofti vegna þess að það er mjög ákveðin svona fasti í samfélaginu og samhljómur það að reyna að koma verðbólgunni niður. En laun eru þetta stærsti áhrifavaldurinn í það eru áhyggjur mínar snúast af því. Snúast það og það eru þessar blikur og lofti. Sérstaklega því við höfum ekki almennilega, við höfum ekkert séð hvað til dæmis læknar og hjúkrunarfræðingar fengu í krónu eða prósentölu, það byrtist náttúrulega ekki og fjölmiðlarnir virðast ekki treysta sig til þess að fiska það upp einhverju hluta vegna. Blikur og lofti eru að segja, það er ekki sko og þetta gæti það gæti hægt á sem sagt þessum... Já, við erum sko vongóð í aðra röndina að verðbólga sé að lækka. Það er svona almenningur og þjóðinni vongóðum þá greiningaðilega. Það eru hins vegar áhættu þættir það úti sem geta haft verulega áhrif á þá. Í það minnst að seinka ferlinu verulega. Þetta er svona stærsta málið. Það hefur verið sagt að vextirnir séu stærsta efnahagsmál á Íslandi og auðvitað ef að það er einhverja blikur þar á lofti það geti orðið órói þá er það svo þess. En ef við ekki að fara hans yfir í kosningarnar? Jú, heldur betur. Á laugardag. Já, það er hérna, við erum, sko sumir eru að sjá það að sé að teiknast upp ríkisstjórn þar sem að Samfylking og Viðreisn séu burðarásar í þeirri ríkisstjórn, eins og mælingar núna, þeir getur verið með 26-28 þingmenn og þá er kannski einfalt Framsókn búin að tala mjög stíft til þeirra, þeir voru aðeins að rísa í könnun dagsins. Þannig að þeir getur þá kipt Framsókn eða eftir atvikum flokki fólksins inn í ríkisstjórn með sér og þá er hérna komin, hvað ég að segja, miðvinstri stjórn með þessi tveir flokkar ef þeir komi inn, þeir get ekki annað en sett hérna Evrópumálun á dagskrá, annars þetta hefur verið svo mikil kjarn í þeirra stefnu að þegar þeir loksins hafa þetta sterka umboð, þá hljótu við að fá Evrópusambandi inn á borð til okkar. Já, sko það sem hluthafar landsins 30.000 spyrja sig að sem eiga náttúrulega í fyrirtækjum og ekki bara þeir sem eiga í Kauphöllinni, heldur við þetta fullt af fólki sem eru hluthafar í litlum fyrirtækjum í Íslandi. Litlu fyrirtækin eru þetta það sem að halda yfirleitt efnahagslífinu gangandi þetta, þó að stóru fyrirtækin séu með massana fólkinu. Hvað þýðir það sem að teiknast upp? Það þýðir það nákvæmlega að það verið að boða hér skattahækkanir. Kristrún er búin að boða 20 fjármagnstekjuskatt úr 22% í 25%. Það þýðir náttúrulega bara það að arðgreiðslurnar sem hluthafar eru að fá, það er með aukin skattlagning á hluthafa almennt og sparifjáreigendur í landinu. Bæði fjárfesta og ítreka sparifjáreigendur. Það sem mér finnst vera athyglisverðast er það að það er hvað Viðreisn og Samfylking, hvað tónar vel þar á milli og mér finnst athyglisvert að Viðreisn skuli ekki teikna sig eða svona slíta sig meira frá Samfylkingunni. Það fer ekki á milli mála að það verður kosið ESB og þar eru þessi tveir flokkar örugglega á svipuðum nótum. Það vekur athygli mína hins vegar að þessi tveir flokkar þora ekki að setja ESB-málið inngöngu í Evrópusambandið á einhvern veginn á dagskrá í umræðu. Þeir svona alltaf því fyrtast við ef þeir eru spurður hérna akkur eru þið ekki þá ræða meira hvernig þið ætlið að standa því ef þið fáið umboð til þess
að til dæmis að leggja þá þessar spurningar fyrir þjóðina aðild og hvernig það mun ganga fyrir sig sem að auðvitað mun verða mikið ágreiningsmál á meðan á því stendur að fara í gegnum slíka kosningu. En á móti kemur með sjálfstæðisflokk, miðflokk sem að svona hafa verið að boða það sem heitir skattalækkanir frekar, hafa boðað það og þessir flokkar hafa líka sagt, heyrðu, þið eru að auglýsa það upp núna Viðreisn og Samfylking að það þurfa að lækka vextina. En býtum við vaxtalækkunarferli eins og við lögðum mikla áherslu á núna í upphæfi þáttanins, það í rauninni hafið þar sem verðbólgan líka á niðurleið. Þannig að stóra máli í þessum kosningum það tengist náttúrulega upphæflega umfjöllunarefni okkar vexti og verðbólgu. Já, og ríkisfjármál verða náttúrulega lykil þáttur áfram í því hvernig tiltekst að býða við verðbólgu og vilja seðlabankans til þess að lækka stýrivexti. Það líka vegna þess að sko ef við erum að tala ekki bara skattahækkanir til þess að auka afgang á ríkissjóði, við erum að tala skattahækkanir vegna þess að það á að keyra áfram á miklum útgjöldum. Og það mér finnst vera að teiknast upp mikill munur á sem sagt því hvort að fólk vilji fara svona að vera en hagsín á húsmáði getur við sagt, reynt að finna matarhóli hér og þar og skera niður hjá ríkinu. Í stað þess finnst mér allt í að vera bara nú að stíga á bensínið og það auka ríkisútgjöld. Þetta eru miklir frasar, þannig að hluthafar, ef álögur á fyrirtæki verða aukin, þá þýðir það að fyrirtækin munu ganga verr, þau munu setja aukin kostnað út í verðlagið sem aftur getur þýtt þá að verðbólga haldi áfram. Það einn af fylgifiskum þess að víxlverkanir þegar skattahækkanir birtast. Það hefur þessi áhrif að það endar út í verðlaginu með einum öðrum hætti. Já, það þýðir ekki heldur að skipta á milli fyrirtækja og fólksins. Fyrirtæki ekkert annað en fólk sem að vinna og búa til eitthvað. Og ef þú herðir ólina hjá fyrirtækinu með skattahækkunum, þetta nákvæmlega eins og þau lætur fyrirtæki fara að keppa og þú setur bara bakpoka á bakið og það bara setur 50 kíló í pokan. Þetta verður allt miklu þyngra. Þannig að mér finnst valið vera athyglisvert. Mér finnst þetta einhvern veginn vera bara skattahækkanir eða skattalækkanir, aukin ríkisútgjöld eða boðað sem sagt aðhaldssemi í ríkisútgjöldum. En kannski eins og kosningabaráttan kannski mann finnst þess að hafa verið þannig síðustu vikurnar kannski að það einhvern veginn svolítið svona óljóst hvað kosningamálin eru, hvað til umræðu. Maður finnst eins og að vanti svona eitthvað konstruktívan debatt hvað menn að takast á og þá við eins og þú verið að rekja hér ákveðlega kannski þessi bara grunn sjónamið hvernig háttar til í samfélaginu. Þetta eru mjög margir flokkar sem eru tala mjög dífubarkalega útgjaldahækkanir og skattahækkanir þá leið og sumir meira sé að tala að ráðast inn í lífeyrissjóðakerfið og taka pening þaðan. Já, þú ætlar að ná sér hvað nú ertu að tala Flokk fólksins. Já, ekki 90 milljarðar. Þú að tala 90 milljarðar sækja þangað í formi skattheimtu. Það annað sem að ég sá í morgun og það er þessi fundur sem var á Selfossi. Hann svolítið líka, hann kannski svona birtingarmynd svolítið hvað sé að gerast vegna þess að þarna var Stefán Einar Vinstirflokkarnir, þeir töluðu sig saman að mæti ekki og það var fullur salur. Það var 400 manns sem mætti það í salin á Selfossi. Og þetta náttúrulega mjög sérstætt. Þetta birtingarmynd hvernig allt í henni kannski að teiknast upp eins og við vorum að tala og hvernig Reykjavíkurmódelið jafnilega að koma inn í landsmálin. Það er sunnlendingar ákveðið að halda kosningafund. Það haft samband við ákveðið hús á eitthvað salarkynni. Læsilegu salur í nýja miðbænum á Selfossi. Já, ég veit ekki hvað hann heitir. Já, ég mann þannig. Nei, það skiptir ekki máli. 400 manns mæta þar og þeir fá Stefán Einar Stefánsson sem með spursmál hjá mókanum. Þeir fá hann til þess að vera fundarstjóra. Og þá allt í henni gerist það að kosningarstjóri Samfylkingar, samkvæmt því sem Stefán segir, sem ég held að sé Katrín Júlíusdóttir fyrir ráðherra, það skiptir ekki máli, hann nefnir kosningarstjóra Samfylkingar, boðar það og segist ekki að mæta og hefur svo síðan samband við Viðreisn, Flokk fólksins, Vinstri græna, reyndar alla flokkana og segja að við skulum slaufa Stefán, við skulum ekki mæta þér.
Þetta og þarna finnst mér til dæmis svona viðreisn vegna þess að fólk farið að líta á það núna að þetta séu bara síans tvíburar. Þetta séu í rauninni sami flokkur og það vanti svona... Það sem viðreisn ætlaði sér að verða bara eins og, ég veit ekki, útibú eða hvað skilur á milli í raun og veru? Sjáðu hvað viðreisn, hvaða taktísk mistök viðreisn gerir, að þeir skuli ekki segja við kosningastjóra Samfylkingar, nei við ætlum að mæta þennan fund á Selfossi vegna þess að við ætlum að slíta okkur frá ykkur í hugum kjósenda. En hvað gera þeir? Núna þegar viðreisn hlýðir Samfylkingunni og allt í henni segir fólk, hvað þarna í gangi? Þetta það sama? Þannig að mér finnst þarna að vera, í fyrsta lagi þetta mjög ósmekklegt gagnvart kjósendum á Suðurlandi. Þetta líka bara, Samfylkingin að fara á taugum? Auðvitað óttast hún það að það talað þá Dag B. Eggertsson í öðru sæti sem að Kristrún hefur sagt að það sé bara fínt að strika út ef að fólk ekki ánægt með það. Það sé auka hlutverki. Það sé þessu utan algjör auka leikari þarna auka hlutverki. Nú Þórður Snær Júlíusson sem náttúrulega hefur mist svolítið ímyndina heldur betur eftir skrif sín og það nú eitt en mál, kannski ekki að fara í það frekar, en engungu þá finnst manna annarkort að samfylking sé farin á taugum, hún boði það sko að fyrst að Einar var með Þórð og tók á honum að þá bara verða slauf honum og hinir flokkarnir hlýða og mest ég hissa reyndar á viðreisn. Nota tækifæri sig og slíta sig frá. En eins og ég sagði, 400 selfissingar mættu og á þennan fund sem var vist mjög skemmtilegur og áhugaverður. En hérna, við höfum aðeins verið að tala sko hluthafana einu sinni sem ofta. Nú stefnir í að þeim fjölgi því að bæði Síminn og Sín, Síminn reyndar fyrir eitthvað takmarkað, eða gert svona kaupaukasamninga við stjórnendur og 2 framkvæmdastjóra stjórnendur hjá sér. En Sín ætlar að láta alla starfsmenn hafa hlutabréf. Já, og þá komum við að því að þetta hefur sko að hafa hlutabréf í Sín hafa náttúrulega lækkað verulega á árinu og það bara mjög athyglisvert að þau séu verið að stíga þetta skref. Hvað fæst með því? Ég hef sagt, og alla tíð sagt, að það skiptir alveg gífurlegu máli að sem flestir Íslendingar eigi í fyrirtæki, séu hluthafar. Þessi þáttur nú svolítið að agitera fyrir því. Agitera fyrir því. Og það góða íslensku. Já, ef að til dæmis bara ef það væru 50.000 Íslendingar sem ættu hlutabréf í Kauphöllinni, í skráðum fyrirtækjum, síðan það fullt af fólki sem á líka í óskráðum í eigin fyrirtækjum og þess áttar. En eftir alls ekki annað eins. Ábyggilega. Eftir því sem að fleiri eiga í fyrirtækjum og þurfa að hugsa sko, já, launakostnaður 70% af restarreikningnum. Já, heyrðu þetta, ef að þetta hækkar þarna þá gerist þetta minni afkoma og þess áttar. Það verður miklu meiri tenging á milli fólksins og fyrirtækjana og fólk fær miklu meiri skilning á mikilvægi þess að það sé verðlagið að verðbólgu sé haldið niðri og þess áttar. Þannig að kaupaukar, þeir byrjuðu náttúrulega hér árið 1998, fyrsta ykkur ráði í fjárfestingabanka atvinnulífsins og nú síðan hafa þeir verið notaðar. Það er bara ánægilegt út að vera sig að öllum starfsmönnum sínar skuli vera gefin kostur. Já, og kaupbyggin felst á því þessu að þeir skuli kaupa núna hlutabréf bara á gengi dagsins vantarlega, cirka, og svo þetta eftir 3 ár þá segja menn hérna, nú áttu kost á því að kaupa hlutabréfin. Núna ertu með framvirki samninga. Þannig að eftir kannski 3 ár, ef að hlutabréf núna 1 gengi og verður 10 ár eftir 3 ár, þá hefur myndast þarna kaupauki upp á 9. Já. Og nótabene sem fer inn í laun en ekki fjármagnstekjur, eins og ákveðin stjórnmálafóringi taldi fram. Já. Þá erum við komið þangað aftur, já. Það bara nefna, við erum ekki bara svona. Nei, þetta ekki féluleg, ég meina hún var ekki neinu féluleg með þetta. Nei. Þegar upp var staðið allavega var. Já, nei, það er bara þannig. Hvað
Kannski örstutt málaferli hérna neytendasamtakana gegn bönkunum. Það var sem sagt mál sem það voru tíðindi í því. Það er mál sem við höfum verið að tala svo vegna þess að þetta var svona tæknilegt mál og það sem fyrir gagnast eigundum bankana þá snýr þetta því að það getur verið alltaf því 50 milljarðar undir. Það er að segja sem bankarnir sameiginleg tala fyrir viðskiptabankana 3 og það er bara en nú, fyrsta stigið er allavega það að þetta mál bankarnir unnu og þannig að neytendasamtökin þau væntanlega áfrýja núna. Hann boðaði það, formaður neytendasamtökin boðaði það og hann Nú, þetta 50 milljónir undir en kannski við erum að tala fyrst við erum að tala bankana bara líka þá er það þannig að ég tók nú saman bara í morgun fyrir þáttinn og það er það sko að fyrstu 3 mánuðirnir það eru komin uppgjör og fyrstu 3 mánuðirnir eru þannig að það eru cirka 63 milljarðar í skatta þetta er hagnað eftir skatta hjá þessum 3 bönkum en voru 60 milljarðar í fyrra þannig að sem sagt í allir í verðbólgunni að þá hafa tekjur aukist á bönkunum en ekki minnkað. En nota bene, þeir eru kannski ofmælt, ofsögum sagt vegna þess að Landsbankinn er að auka hagnað sinn 4,5 milljarða en það er samdráttur í hagnaði hjá Íslandsbanka og Arionbanka á fyrstu 9 mánuðunum, sko miðað við fyrstu 9 mánuðin í fyrra. Þannig að Hvað skýrir þetta hjá Landsbanka? Ég veit ekki hvað skýrir þetta. Ég trúi því, ég held að TM sé ekkert komið inn á þessa reikninga. Ég vil bara, en ég bara tók þetta saman hérna rétt fyrir hátið áður við byrjum með þáttinn. Geti einhver uppfærsla á TM áður en til svona? Já, ég veit það ekki. Þetta er það mikið, sko. Já, en ég fór ekki bara ofan í... Það sé einhver reikningleg stærð. Já, það verður hægt að sjá hvaðan tekið að koma, sko, bara. En aðalatrið er þó það að Landsbankinn, sem er náttúrulega stærsti bankinn, hann er þarna að auka hagnað sinn hann er að auka hagnað sinn 4,5 milljarða á fyrstu 9 mánuðum og þetta getur aftur þýtt að sko vill fólk selja Landsbankann sko Já, ég held að sko aðeins inn í þá pólitík sko ég held að sé engin sérstakur pólitísku vilji eða neitt sé að tala fyrir því að selja Landsbankann í náinni framtíð. Já, Þórdís nefndi að selja hann verður aldrei seldur allur en það getur verið að norska leiðin verði jafnvel farin sem felst í því að ríkið eigi stærstu hlutana og það er kannski aðra með sér. Að gera það mögulegt að skrá hann. Byrja á því náttúrulega. Og þá þarf náttúrulega eitthvað að vísu starfsmenn í bankarum eiga en væntanlega hlut þannig að það þarf eitthvað tiltekið fjölda til þess að hann getur verið skráður. Svo eru þetta ef að þetta eins og ef við vorum að tekna upp þessar blokkir, Viðreisn og Samfylkingu og að þessi annars verður vinstri stjórn eða hægri stjórn, við erum bara að tala það. Og ef eins og útlitið núna að Viðreisn og Samfylking færi saman, sem maður svo sem veit ekki þannig horfir fólk á það mest í spilunum líklegast að vilja þeir selja afgangin í Íslandsbanka þessi 42,5% það eru eftir vilja þeir farið það að skrá Landsbankan og þess áttar þannig að þetta er svolítið sérstakt þeir hafa skilið það kannski eftir Þið lákaði að tala aðeins Trump, er það ekki bara út af viðskipta hvort að sko hvaða áhrif það hefur aðeins áður við tölum Trump, mér finnst það mjög athyglisvert að það eru kosningar á Írlandi á morgun og eitt staðsta kosningamála á Írlandi það er hvernig eigi að skipta fara með þá peninga sem þau tóku að Apple í sérstakar sektir sem lagðar voru á félagið upp á, ég held að séu 14 milljarðar evra sem voru lagðir á, þetta er það sem Evrópusambandið og Ísland hafa verið að gera, þau hafa verið að leggja gríðarlega sektir á mörg þessi bandarísku. Já, á Google, Facebook. Já, og LinkedIn, ég held að LinkedIn meiri segja, það fekk sér skam. Og þetta Apple og það, en þetta eru gríðarlegi fjármunir og ef ég skil máli rétt, þá bara sita Íra núna, þeir eru að fara að kjósa á morgun og aðalrimlítið er hvað er að gera við alltaf þessa peninga? Þetta er náttúrulega absúrt og þetta er auðvitað eitt af því sem að Trump er að horfa til. Sko, þegar hann er að ræða sko hvað kjör Bandaríkjamenn hafi í viðskiptum á heimsvísu.
Já, sko, Trump hann vinnur þarna stórsigur í þessum kosningum og það núna, það var gerð skoðanakönnun bara í gær líklegast og þar kemur í ljós að 55-60% Bandaríkjamanna eru mjög hrifnir núna af Trump. Það að hann verður eftir, hann sigrar þarna nokkuð glæsilega. Já, og hann búin að vera með tilnefningar á sínu stjórnendum. Já, að fá einhvern veginn. Sem alltaf birtist hér fyrir Jón í íslensku pressunni að það sé alltaf einhver stórfurðuleg manneskja sem hafi verið tilnefnd í þetta í viðkomandi. Svo þegar maður fyrir að skoða þá er þetta stjórnendur, prófessorar við Stanford og... Já, ég hef mína vitneskju fyrst og næst úr erlendum fjölmiðlum vegna þess að ég passa mig að lesa helst ekki íslensku fjölmiðlana varðandi Bandaríkin vegna þess að það er einhvern veginn... Það er bara eitthvað að það. Það er eitthvað að í þeim fréttaflutningi. En skiptir ekki máli, það er það er svo mikið hatur, ég held að það hefur komið fram í skoðanakönnun, ég held að þú meira sem hafi skrifað einhvern tímann í þínum fínum pislum á mokkanum að ég held að 90% Íslendinga hafi í könnunum verið á móti Trump og litið á hann sem Hitler, fasist og ég veit ekki hvað og hvað á meðan allt aðra sögur svo að segja í Bandaríkjunum. Það er svo furðulegt að demokratar vinna kostninguna á Íslandi alltaf svona með 95% atkvæða. Já. Ætti það átt við hvernig fréttaflutningur maður er svolítið hissað En hvað það? Það er þannig að hann sem sagt við sem höfum aðhylst frjálst markaðshagkerfi við segjum auðvitað, þetta er náttúrulega ekki nógu gott, tollar, en Trump samkvæmt því sem hann núna er í gangi að hann setur 25% tollar strax núna á Mexíkó og líka Kanada, hann segir sem svo þið hafið staðið ykkur illa í hælisleitendamálum Mexíkanar, þið hleypið inn við erum búin að 15 milljónir hælisleitenda á síðustu 4 árum, þið hleypið þeim inn, hvers vegna stoppið þið ekki þarna, alveg eins og þið gerðu fyrir 4 árum þegar að Er hann búin að leggja þessa... Já, hann er búin að nefna það, hann er náttúrulega ekki... Hann er búin að tala um það að þetta mun að gera hann. Trudeau, 25% tollar. Og Trudeau, sem er forsætisráðherra Kanada, það líður 2,5 tími frá því að þessi tilkynning kom fram að það ætti að hækka þessa tolla, hann tekur upp síman og hringir í Trump bara vill samninga, þannig að þegar að fólk við markaðshyggjumenn sem eru að móta almennt tollum en tollar eru líka notaðir þá sem samningatæki. Núna þýðir þetta það að það verður þetta samið alla þessa tolla og þessi viðskipti. Mexíkanar munu hætta að hleypa inn flóttafólki til sín og Kanadamenn munu líka passa sig á því að það ekki þarna, þannig að hann er bara barginn, hann er að semja eða sína á spilin. Evrópusambandið er náttúrulega fyrst og næst tollaband. Það gleymist alltaf að Evrópusambandið er stofnað meðal annars sem... Við höfum alltaf mynd á það, annarkort ertu inni eða úti. En þess vegna gerðum við þennan samning, komst inn 60-70% og sem finnst það nú dýrkeypt, það er svo mikið af alls gullhúðum lögum. Já, það er gallin svolítið að við fáum alltaf regluverkið. Allavega þá er sem sagt viðskiptastríð, tollar ekki bara gagnast Mexíkó eða Kanada, heldur líka þá gagnast Evrópusambandinu og Evrópusambandið er með tolla þetta á bandaríska vörur og þú ert nú að vísa hérna bara í það að það sé verið að taka stórfyrirtækin sem hafi verið að hagnast mikið í Evrópu og þeir hafa fundið sér skráð fyrirtækið í Írlandi út af skattalögum undanþágum. En ef að þetta verður viðskiptastríð, þá þýðir þetta auðvitað það líka, það verður samið þarna á milli. Það verður samið Bandaríkjamanna og Evrópu. Margir er mjög erfitt með að missa Bandaríkjamarkað, hann er svo stór. En það er líka á móti Bandaríkjamarkaður er mjög, hann er svona, getur ekki sjálfan sig svo mikið, hann getur þjónusta sig mjög mikið og það er auðvitað sem Trump er eins og hann var að gera síðast, hann er að reyna að leggja áherslu að fá aftur störfin inn í Bandaríkin sem hafa verið flutt í burtu. Já, þetta er nefnilega alveg hárrétt hjá þér, vegna þess að ef þú setur tolla, þá hafa rökin meðal annars verið þau líka að, við setjum tolla á bíla sem eru framleiddir í Evrópu og er seldir til Bandaríkjanna.
en með því að setja, þá segir Evrópski bílaframleiðendur náttúrulega með mjög margar verksmiðjur í Bandaríkjunum. Já, og það gengur út á það og þá segja menn, heyrðu, ef þið hins vegar farið með verksmiðjuna til Bandaríkjunum, þá engin Vestu beðsarnir í eina tíð voru framleiddir í Alabama, var sagt, svo það sé nú sagt, sko. Nei, en það þessi hugsun líka, færa til fyrirtæki segja, heyrðu, ég lendi á svona miklum tollum, þá bara ég með það. Trump, hann eilíft umræðefni. Já, hann auðvitað yfirildi, það rífast allir Trump og hann hefur splundrað mörgum. Ég mátti tala pínlítið gulli sem þið voru að finna. Gullæðið í Grænlandi. Þetta mjög skemmtilega fyrirtæki hjá honum Eldi Ólafsinni sem er bara búin að gera og með það í kaupellinni hér, með kanadískt fyrirtækjastofni og þeir eru sett farnir að framleiða. Já. Það raun og veru það sem er að gerast hjá þau núna. Finna meira magn og farnir að framleiða. Það sem alltaf hluti að því að leita og þetta er mikil teóri en framleiðslan sem sagt hafin sem náttúrulega svipað eins og var hjá Alvotech þegar töflunar byrjuði að seljast. Sko að nú gulli byrjað að því að þessi félög í kaupöllinni og við höfum nú svona haft mjög gaman að því að tala þessi félög vegna þess að sumlið þau eru óvenjuleg, þau eru stór og þau hafa gríðaleg svona vaxtatækifæri en nú þurfum við að koma með ræðunum áhættuna akkurat á þessum tímapunkti en þessi félög eru náttúrulega athyglisverð og þetta félag hérna í Kanada hvað heitir það aftur dottir úr mér. Við ætlum kannski að fá Arnar núna til þess að setja bara á listan hjá okkur. Það er þetta kort, já. Það er að segja græna kortið. Keldunni. Já, og þetta er á árinu og við sjáum þarna að það er nú ekki að marka þetta klapp, en við sjáum þarna á þessu korti hvaða fyrirtæki hafa verið að hækka. Og við sjáum að Heimar sem eru þetta fasteignafélag Reitir og Festi hefur hækkað þetta menn sjá bara strax 38,7% og Marel 38%. En ef við förum aðeins í Marel, sko við kannski, það er enn að hækka hér heima í ljósi sameiningarinn. Já, sko, og sem verður núna gengið frá í cirka í kringum 20. desember. Þá rennur þetta út. Við sjáum að þessu korti að þetta er árið í ár, þetta eru fyrstu 9 mánuði, þetta er núna fyrstu 11 mánuðir cirka og þá sjá lesendur og áhorfundur hvernig þetta lítur út og ef við bara skoðum þetta þá sjáum við það að sérstaklega athyglisvert með Marel en kannski Arnar, þú setir kortið á í dag, græna kortið eins og var núna bara í hádeginu og það er þarna Amarok sem er í sem sagt Grænlandi. Já, Amarok. Hvernig það hefur hækkað bara núna í morgun. 3%. Bara 3% í morgun. Þessi gullklumpur sem hann sýndi, það hélt á lofti. Já, en það hefur hækkað 3%. Og aðtaki menn líka eftir því að Hagar voru að hækka í morgun en Hagar er með annað svona uppgjörsár heldur en flest fyrirtæki og það sem er að gerast þar að þeir voru náttúrulega ganga endalega frá samningnum í Færeyjum SMS þeir eru ekki skeiti Nei, það er gott að muna það gott að muna þú sér SMS í Færeyjum við höfum aðeins rættum en það er aldrei athyglisvert að þeir séu að kaupa þetta félag þarna í Færeyjum. Já, Íslendingar, sko, þeir náttúrulega voru þarna uppalega. Jóhannes í Bónus var þarna og Jón Ásgeir, þeir auðvitað fóru þarna en svo var dregið úr þessu. En nú eru þeir að koma þarna inn aftur og þeir reka þarna alla bónusverslanir, það eru bónusverslanir og það eru fleiri fyrirtæki þarna sem eru Þeir eru að fá veitingastaði og líkamsræktast. Já, og fasteignafélög og fleira. Já, þannig að það fylgir ýmislegt með því. Já, nú hér heima náttúrulega hafa verið auðvitað Hagar með bónus, hagkaup, aðföng sem er náttúrulega líka með ferskar kjötvörur sem er stærsti kjötframleiðandi á Íslandi. Nú banana og ólís og fleira. Þannig að ég sé þá nú ekki fara í líkansræktastöðvarnar, ég held að Bjarsi Leifs þurfu ekki að óttast eða dísa í völdklass. En má maður, sko, ef maður aðeins veltir þessu fyrir sér, þessum kaupum í Færeyjum, svona útrása þessu tagi, ég var að velta fyrir, sko, nú til dæmis Samherji, með talsverða starfsemi í Færeyjum. Samherji stór í Eimskipafélaginu og Högum,
Eimskipafélagið náttúrulega með talsverða flutninga í Færeyjum. Já, sko, það þannig að Eimskip og Samskip eru með 80% allra flutninga til og frá Færeyjum. Já, maður kemur ekki að tómum kófanum hjá þér, Jón. Þú bara ert með þessa tölur. Já, ég bara sá þetta eitthvað stær. Já, sko, nei, ég er ekki að segja að það sko sé aðal. Auðvitað held ég bara sé að kaupa eitthvað áhugaverða fjárfestingu. Já. En samt, maður veltir alltaf fyrir sér, er eitthvað strategía, er menn að sjá eitthvað lengra, er eitthvað frekari vangaveltur hjá þessum félögum? Ég get líka að sé það fyrir mér. Held ég að matvörumarkaður sé það bara komin á stóru hluta í eigu haga þannig að þessum færið. Já, og hugsanlega þeir að njóta stórreksturs, hagkvæmni stórreksturs að það sé sko innflutningskæðan frá Evrópu og Bandaríkjónum. Sko í matvöru, þeir sé að lækka mat, það að segja skilur, sko það er stærri magneiningar. Já, kannski Færeyingar njóti þess vonandi. Já, þeir eru örugglega og þessi SMS-keðja er mjög vinsæl í Færeyjum og hvað gerir fyrirtæki vinsæli og það er fólki sem skiptir við fyrirtæki. Og þetta er frasi sem Jóhannes í Bónus notaði mikið, Jó í Bónus. Hann sagði, það er allir að kvarti við því hvað Bónus og við sem stórir. Það er bara vegna þess að fólki vil skipta við okkur. Við erum svo gamlir, Jón, að við tókum báðir mörg viðtöl við Jóhannes eittin í Bónus og hann var mikill kaupmaður, það verður ekki á hann tekið. Hérna, við vorum svo sem aðeins alltaf við sem segi spennandi Alvotech, hérna, við nefndum það aðeins áðan, sko, Róbert Westman var í stóru viðtali í Morgunblaðinu. Mjög stóru og viðamiklu viðtali í Morgunblaðinu. Og fór ágætlega yfir sviðið. Kemur fram að Alvotech skuldar 1 miljard bandaríkjadala, en fjárfestingin sem er 100 og hvað, þá 140 miljardar íslenskra króna, en fjárfestingin sem að Róbert Westman er búin að setja í Alvotech og það sem að hluthafar eru búin að setja í Alvotech er 1,9 miljardar bandaríkjadala. Ef við segjum 2, þá sérðu hvers konar ofur fjárhæð þetta er sem búið er að fjárfesta. Já. En það eru, sko, í Pípólu þeir eru komið með 2 lyf í sölu og í Pípónum eru, 11 lyf til viðbótar. Ég held að sé, eitthvað svoleiðis. Eða hvort það var sameiginlega þessi 2 legðust við þessa 11. En ég heyri það, sko, að svona úr þessu lyfjaheimi, að menn eru svolítið svona taka mjög eftir þeim krafti sem er í félaginu. Það er að gera hluti á skemmri tíma. Sko, lyfjaþróun er gríðarlega dýr og allur ferli getur tekið langan tíma. 9, 10, 11 ár. Já, það er, ég veit ekki hvort það er eins í þessum líftækni. Líftækni, er það sami? Það er alveg það sama, allt frá hugmynd þar til að... Var, sko, eins og maður lærði í gamla daga teórían þegar þú varst að búa til svona og var alltaf að reyna sikt út að ná blockbusters-lyfi því að það var eitt lyf sem borgaði fyrir þróun á öllum hinum sem fjallu og komist ekki á leiðarendi. Þannig að það voru gríðarlegir fjárhæðir í húfi en allavega skilst mér að þeir gangi mjög vel í að vinna þessi ferli og bara almennt félagi sé afskaplega dýnamist í uppbyggingu og það kemur ekki óvart með Róbert við stjórnvölinn þó hann sé kannski umdeildur hjá sumum að þá er hann gríðarlega kraftur. Það kom fram í þessu viðtali við Magdalenu Torfadóttur að sko fyrstu 9 mánuðið ársins þá var hagnaðurinn heildartekjurnar voru þá 300 milljónir dala. Við sjáum sko skuldirnar eru 1 milljardur en tekjurnar á fyrstu 9 mánuðina voru 300 og það hefur aukast. Bara núna á 3. ársfjórðungi þá var þetta 103 milljónir dala sem að þetta er. Þannig að tekjurnar geta ekkert annað en vaxið á næstu árum og þegar fólk er að kaupa sér hlutabréf þá er það ekki bara það að sé að fá arðgreiðslurnar, þetta er það ekki síður að stílinn á það að fyrirtæki verði verðmætara. Já, ég meina hvað er ekki virðið þess 550 í kaupöllinni, það er langverðmætasta fyrirtæki í kaupöllinni og verður, er það, svo þú segir. Það er en þetta er menn hljóta að fylgjast vel með þessu félagi. Það er nú reyndar
Er ekki svo annað lyfjafyrirtæki, reynda miklu smærra í sniðum hérna Það er annað fyrirtæki, Kóri Farma sem er í Hafnarfirði, þeir eru konið með 2-3 lyf einhver. Já, þeir eru að stefna inn í skráningu heldur. Já, og horfa á það og það er bara, hefur verið mjög spennandi. Það er rauninni, sko, hluti af þessu, já, sko, tefa, sko, þetta er þannig að Actavis auðvitað dæmið sem Róbert Þetta er náttúrulega gömlu vesmiðu Actavis. Þetta er kannski svolítið löng saga, það er Actavis og svo lendir fyrirtækið í rauninni, Actavis lendir hjá Þýskabankanum og selur til Teva. Teva er með afskrifar eiginlega bara allt þetta sína funksjón hérna á Íslandi. Já, það var og segir bara, heyrðu, þið getið bara fengið þetta svona og það þeir náttúrulega aflögðu bara starfsemi. Já, töpuðu á þessum viðskiptum öllum. Já, það var eiginlega bara mjög skrítin viðskipti. Já, töpuðu þessu af Deutsche Bank. En nema, það bara aðalatrið það að það eru 100-200 mann sem vinni í Hafnarfirði núna hjá Kóri Farma og eru að framleiða lyf. Það eru meira svona samheita lyf. Meðan Alvotech er í líftækni. Lyfjum. Já, það er mjög spennandi og hérna við myndum fagnaði mjög að sjá það inn í Kauphöllinni. Já, bara sem flest félög þangað og hérna og það væri bara af hennu góða. Jón, erum við búin að hlaupa svolítið yfir sviðið? Já, það finnst mér, við erum búin að hlaupa svona yfir. Já, við þurfum ekki að tala um play núna, við erum bara hérna við höfum gert góð skil undanfarið. Og Æsland eru við á flugfélögunum. Já, ég held við séum bara búin að hlaupa nokkuð vel yfir sviðið núna. Já, ég held það og bara hérna, og þetta er bara mjög gott og gaman að vera hér á þessu nýja vettvangi og vera með þeim félögum hérna, Frosta og Arnari. Já, hérna við erum bara hér komnir í þetta nýja umhverfi og horfum spenntir til framtíðar og við þökkum bara fyrir í dag. Já, við þökkum fyrir okkur í dag. Kæra þakkir.